Ingi Þór, létt og lögumannslegt myndi maður segja eða bara, eða það ekki? Já, pumpan hefur verið í fleiri slögum á sekúndum minna heldur en var í dag og kemur mér mjög óvart hvernig vassleppurnar komið til leiks. Hvað áttu þá við? Fannst þér eins og það væru andlausar heimakonurnar? Já, ég veit ekki hvað með Kanan, hún byrjaði að bekknum Kanin og Kristrún spilaði lítið, hvort það sé meiðsli eitthvað, ég veit það ekki. En það er að koma úr góðum sigurleik á móti KR og er í bullandi baráttu fjórðasætið og mér fannst það er ekki verið að spila hérna eins og það var að spila sætið sem skipti öllu máli. Og við vorum að spila, já, þetta er ábyggilega svona annars slagasta leikurinn okkar í vetur. Og margar hjá mér langt undir getu, mikið af mistökum og ekki áferðarfallur körfubolti. Þannig að ég er mjög ánægður að labba hérna út með svona öruggan sigur. Og þið viðhaldið þá þessu 4 stiga forskoti á toppi deildarinn og getur verið að setja félagsmet á þessu tímabili með því að vera með eitthvað 11 á skýrslu? Nei, við erum búin að 12 markóft hérna og alltaf komist upp úr sér. Það er 13 manna hópur í Hólminum og hérna gætum verið 14 ef allt er tjaldað til. Ég meina 12 leikmenn taka aldrei allir fullan þátt í leiknum á vellinum en alltaf í kringum liðið, það skiptir öllu máli. Allir séu samstíga en spila kjarnin sem að spila lunga á leiknum, hann er aldrei meira en 9, mestarlega 10. En við erum búin að fara, við erum eins og stöðu sem við erum í dag á framlagi frá öllum leikmennum. Það er ekki einhver 1 eða 2 sem er að gera þetta en Hildur er að sjálfsögða að stýra þessu. En við erum að fá framlag frá mörgum og við erum ekki bundið því að 1 leikmaður skori 20, 30, 40 stig. Við erum bara bundnar af því að við leggjum okkur fram. Og var svona veltaði fyrir sér bara, já, síðustu umferðir, hefur Snæfell nógu djúpan hóp til þess að fara í gegnum langt mót og fá væntanlega langa úrslitakeppni? Já, við höfum það. Við erum að æfa, þó séum ekki að æfa alla saman og séum ekki mikið í 5 og 5 og náðum ekki 5 og 5 einu sinni milli jóla og nýjárs nema þegar við spilum æfingarleik við 10. lokkin heima. Þeir strákar heiðu skilið fyrir, þeir eru búin að halda okkur í gangi í 5 og 5. Það er svona eina 5 og 5 sem við náðum. En ég held að já, ég hef trú á því að við getum farið í gegnum úrslitakeppni með hópinn sem við erum í dag. Ég á von að bæði Berglind og Alda kom inn í hópinn fyrir úrslitakeppnina. Þannig að það breykar hópinn. En hópinn sem við erum í dag, við erum með gott jafnvægi í öllum stöðum og við erum í þessu fyrir eitthvað annað.